Strákar, velkomin heimar. Takk. Gamla bandið. Gamla bandið mætt maður. Við segjum bara svo Bjartur Bóli sagði fórhund að ég er komin tilbaka, brútið eins og skúfur kaka. Ég er búinn að vera í hérna, ég fór og kíkti í pakkan. Já. Segðu okkur frá ferðalaginu, Dóri. Ég var í svakalegu ferðalagi og hérna, við höfum gert það, ég talaði um þetta gert að fjölskyldana svona hoppa á milli í Evrópu og nú flugum við til Barcelona. Fórum svo sótti drenginn þar á handboltamót. Sá hann spila í 40 stiga hita í á malbikum velli, skilur og hérna það talaði um í tennis að undirlag breyti leiknum, það hlýtur að breyta handboltaleika og að spila á malbiki, það er enginn að skuttla sér neitt eða. Mér fannst þeir vera að fórna sér mikið og hérna og allt of mikið en hérna það var rosa sérstakt þeir voru 2011 og keppaði 2010 og þeir voru hefði unnið leik, það voru unnið riðilinn. Okay. En þeir töpuðu leiknum með einu marki og lentu í 4. sæti riðilnum. Það voru 4 lið með 3 sigra og 2 töp. Markatölu umbyrðist. Já, og svona. Og þetta er raun bjargaði ferðalaginu. Þá gátum við bara lagt á stað á næsta stað, en þetta var enga síður spes, Svo fórum við til Cadaqués, sem er bara ótrúlegasti bær síðan heimsótt. Ótrúlegasti. Ég er að fara þarna aftur, ég ætla að búa þarna. Og hérna, Salvador Dali átti heima þarna, pínlítill bær á norðausturspáni og bara þetta er bara eins og að vera í ævintýri. Eitthvað baska. Nei, þetta er bara svona í Lúka Disneymyndinni, skilur hérna, þetta er bara svona 2 pínlitla strandir, þetta er of lítið fyrir massatúrisma, þú leggur bílniðinu bara á stóru bílastæði þegar þú kemur inn í bæinn og svo labbar með allt rastlið niður í bæ, Okay. Því hann rúmar ekki bíla, og hérna, og þegar ég kem að það, þá er fucking búð að selja Haribo, Kuta, sólaráburð og svo er hann bara eitthvað and natural wines og voru bara með eitthvað geðsjúkt úrval af spænskum náttúruvínum og ég fattaði bara þeir vita þeir Halldór og þeir respektaði og hérna en þú veist ég er að fara eins og hratti við sögu strákar, það er hitabylgja. Hvernig var hitabylgjan í Slóvakíu? Ég var að koma frá Bratislava, það var að koma svona dagar sem var helvíti heitt en við vorum reynda bara, þetta var eitthvað svona FIBA vottað hótel, þannig að loftrastingin var góð. Ég þakka Guði fyrir það. Okay. Ég var með solid 18 gráður inn í herbygginu hjá mér. Það er alltaf mikið deilt loftræstingar núna og alltaf springa en veistu bara segja, fyrsta daginn við erum komin á hótel svona 4 þú hugsaðu að kíkja aðeins á ströndina bara alltaf, hún er hérna á móti að gleðja krakkana aðeins og eitthvað smá stemning og svona og við löpum þangað og setjum þar í 20 mínútur og löpum svo aftur upp á hótel. Og ég er ekki að djóka, ég var svo bökuð kartafla þegar ég kom inn, ég var stökkur að utan og mjúkur að innan, það var bara UV þarna var í 90, þú veist, þetta var svo í sólgosi, og hérna ég hef aldrei upplifað annað eins og maður þurfti að smyrja sig vel hana. Svo þegar ég sæki drenginn, þá var hann bara búin að vera einn með einhverjum handboltakörum. Þeir voru ekki búin að setja neitt sólaráburð á sig. Þeir voru allir búin að köpa sér svona olíu. Bara sér malbygginu back in the day. Voru menn að gera það? Danni og Ómar Sævars. Voru menn að dæla á sig olíu þar? Já, það voru líka þeir sem voru köttaðasti. Þeir stóðu náttúrulega bara á umferðinni með hrífu bara og voru bara, bara gjöru svo vel, En þetta er en nú er ég búin að vera í 3 vikur og fylgjast með sólinni, fara með í fólk. Og veitu hvað, ég ætla að segja ykkur eitt, ég er ekki að sjá þetta, þú veist, þessi olía virðist bara bjarga mönnum og gera menn fallega brúna, Já, ég sverða, Big Sunscreen, hvernig náðu þeir að plata bara 8 ára börn, ég var að pæla einhverju fucking UV, það er bara heitti á börnum að vita eitthvað UV, ég hafði ekki heyrt þetta bara fyrir henni fyrra, Börnin mín kendu mér einmitt á þetta. Já. Bara sama hér. Já, en þetta tengist náttúrulega krabbameini en hérna, margir sem fá sortuna, en ég sverða, þegar þú setur á þau svona 50, það sleppur ekkert í gegn, þetta er bara svo mála umferð af málingu yfir þig, og það getur ekki verið að þessi efni séu algjör snill, því að, nei, í alvöru, það er bara helling af drasli, kjari, það er helling af drasli, bara testosterón er til dæmis tekið þannig að þú smyrði á axlirnar og lærina þér. Þetta veistur ekki að því út clean athlete en ég er að segja og með háan testa ég hef út high-tea ég myndi halda að þessi maður sem er hæsta test síðan þú ert með low-key hæsta testan sem ég veit
og hérna en ég er að segja, þú smyrð það síði auðvitað einhver ræpa sem fer inn fyrir þið maður, allavega ég borðaði svo fucking mikið að sjávarréttum boys, ég aquatic eftir þetta frí sko, ég er það sko. Ok, en förum skipulega gegnum það, hvaða lönd voru þetta, hvert fór þið fyrst? Barcelona og svo keyrðum við hann til Cadaqués og svo tókum við lest yfir til Narbonne sem í Fraklandi og vorum í Suður-Fraklandi og sem svona, vorum í bæ sem heitir Cassis sem hann á Rivierunni og það eitt sem ég vissi ekki og kemur hérna og þetta ógeðslega fallegt, það bara klettar hérna og þú veist bara oh my god, svo lappar hann í bæ það fucking bara kanar hérna og bara svona ríkir New York kanar sem eitthvað have you seen the tomato place og með svona eitthvað stick and poke tattoo og, og þá fattar ég ok, það ógeðslega heitt að vera eitthvað in Southern France sko ég heyra þetta séu það svona cool staðir og það ofta beaten path að þú hljómar svo gaur á Tinder-deiti sem bara segja einhverja staði við ykkur að gæla og ég bara eitthvað ok, ég fór til Suður Cassis Cassis bara Suður Frakland og fransku rifinu, svo fórum við til Provence og vorum þar í viku en það eitt sem ég skal segja ykkur drengir Suður Frakland þegar við heyrt sögurnar supposed to be nice segja ykkur það eru hlutir að það sem láta ekki vita af fyrir hún ert komin og það til dæmis fjölskrúða dýralíf sem þarna sko af því það there are things out there sko og ofta voru við bara að drekka rauðvín í ykkur mjög falleg umhverfi og það bara svona bjöllur að fljúga yfir þig sem bara svo þrestir með svona klær og þú bara alveg hérna og þú lofandrættur svo lendi ég náttúrulega leiða hlut að við erum með börn og við erum að hitta annað fólk með börn og allt í gangi förum í sund, geitungar fucking út allt, bara alvöru góðjóngs þú veist, út allt og við erum ekki að vera fullorinn finnast það þegar maður er fullorinn, maður ekki pældi ekki í geitunganum samt ef maður hrættu sjálfur, maður bara pældi ekki í geitunganum og svo inn í sér þetta bara fuck shit hvað gerum við? Herru, en við sögum krakkar ekki pæli í geitungu, þú ekki að hrættu þau stinga ykkur bara í rond við þá herru, þau farið í sund, svona 8 mínútur setna búið að stinga 4 og búið að stinga 4 börn ég var stungin í rassinn en ég settist á okkur kút kona mín stungin í chestir sko, þetta voru killer bees og hvað var þetta sárt eða? Dude, þetta akkurat eins og ímyndar mann bara bregður svo ógeðslega mikið ég hef verið stungin í Fraklandi einmitt líka sko þetta var bara eru þessi frönsku French pimps mér svo fyndið að þegar ég farið til svona framandi staða eins og Ghana og Gambíu og Argentínu og whatever það er langt í burtu þar eru yngar svona pötur sem ég lendi í sko, bara ekki neinar bróður, þær eru þarna ok það vildu mér bara ekki sko, og eina nótt vaknaði og þá var nú bara einn svona inn í Sverneberginu og það var að veiða hann í glas og hendin út og svo voru en enga leðurblökur svo eru leðurblökur þetta sá með leðurblökur í Ghana sko, og ég ekki að tala um eina, ég ekki að tala um það ég að tala bara svona Batman Begins 2000 leðurblökur sko. það? Já, og það voru bara og þeir bara hafur aldrei sér leðurblökur á þér veistu að það eru til leðurblökur sem eru jafn stórar og hundar þú veist og það eru bara svona þetta eins og að fá bara svona NBA-gur vangsmannið hérna koma á þig sko það svakalegt sko og allavega og þú veist og ég var orðin on edge þarna en til að segja ykkur eitt það var ég vaknaði okkur einasta degi í þessu frí kl. 7 og skrifaði í 2 klukktíma þá var náttúrulega vaknaði og skilaði til ritstjóra og hann ég að koma rosa svona heilagur úr þessu dæmi ég sé það á þér og alveg svona holy bara ég vann og var í frí veitu hvað þetta tala um hérna bæði í einu og nærði það þig að skrifa á mótana skilurðu vastu já, þú veist, alla bækur og allt sem hún skrifar eru svona mismunandi lover og það eru hérna different strokes og different folks og hvert verkefni þú veist, þú finnur einhvern veginn það verður til bara eitthvað galdur þú veist, sumt skrifað á kvöldin og sumt skrifað á mótnana en þú dettur í takt og bara morguntakturinn í þessari bók að klára hana fyrir mér og hérna en þú veist, en ég var líka að borða mjög mikið af ostrum og sjávarréttum og negli með víni og þú veist, í þessum hita boys 44 gráður, svo tekur einn og þú leifir einum að ráðast á þig hann farin úr systeminu á hann staðin upp sko. hann gufar upp bara hann gufar upp, þú finnum ekki, ég fann aldrei á mér hann sko, hann gufaði allt og ég var líka á nokkrum stöðum sem var ekki loftræsting sko, þannig að ég var að eiga bara svona þú veist, eitthvað svona jungle fever nætur sem ég bara vaknaði bara á kóngulær í herbygginu mínu og ég alveg rugglaður, skilur en svo endaði ég í París sem var spikfeit, gaman að sína börnunum eitthvað
geggja dæmi þar Fór í Disneyland? Nei, ég hafði gert það sjálfur og ég náttúrulega myndi ekki fara með börnum mín til að sína það. Ég fór í eitthvað Spíróland þarna í Suður-Frakklandi og það var mjög hæfilega stórt. Magni og Kári fór í eitt svona skrýmer sko. Eitthvað dót sem snýrist í allar áttir og í hring á sveif lengst upp í loftið. Ég fór bara í eitt tæki sem ég var bara svolítið flögurt í. Náttúrulega meðan þið voru ég kom náttúrulega Parishjól hérna nýri í bæ sko. Ég ekki búin að fara. Við ætlum að taka eitt podd upp í því. Það verður þetta rosalegt sko. Og séðan hérna, náttúrulega meðan þeir eru úti, það búið að vera bara svona veður sko. Bara úði og bara Silent Hill, það verður að taka upp Silent Hill 3 hérna í Íslandi sko. Eða Batman Begins, það svona Gotham veðurinn í borginni sko. En ég fíl það sko. Akkur fílar það? Veit ekki, bara finnst bara svona, í besta svona andlega mútunum í þessu veðri. Ég veit ekki hvað það er og ég get ekki fært rauk fyrir því, það er bara eitthvað sem kallar á mig sko. Það er svona haustfnikur úti. Ég er að meta að þú verður að drekka þetta pre-workoutið þitt út í Suður-Frakklandi, þú hefði dáið. Af því hitinn var svo mikill og rakinn að þetta hefði breytt efnunum í eiturefni líkamanum sem hefði ráðist á innumlínum mér. Í alvöru, ég var að hugsa þetta úti sko. Og maður verður að passa maður sér að drekka mjög klassísk efni þarna sko. Og hérna Varstu með eitthvað svona náttúruvins handler fyrir það núti? Ég var að hitta alltaf framleiðendur sko, en bara akkurat það sem ég var í Provence var bara svona í 5 minútna fjarlægð í bæ sem var 3 götur í fjallslíð og 1 kirkja. Það voru 3 Michelin recommended staðir í þessum litlu bæ og það var ein vínbúð þar sem ég var að fara og ég er bara ennþá í sambandi við gaurið þar. Varstu hérna? Hvernig gerum við það? Þú veist, þegar þið víngæðir sko, ég verið með nokkur víngæði meðalans þér og þeir eru alltaf, hvernig þið skoðið flöskundar, hvernig væri það? Þú veist, maður alltaf, þú veist, það fer náttúrulega bara stökk út nærsýtni en fjarsýt sko, svo reyndar Kári sonu minn er að horfa á algjörðan nött, vitið hvað hann Michael Franchise er? Þannig að mob boss. Já, sem er eitthvað svona mob boss sem er talking shit í öllum podcastum núna the mob og eitthvað. Hann sett með eitthvað pælingu, getur rétt með mósakinni. Hann sett með pælingu að við 3 sætum við borðina og við kannski þekktust ekkert svo mikið en þekktu Danna og svona og ég vildi segja Danna það að það væri ekki öruggt að tala í kringu þig. Þá myndi ég hella svona í glasið mitt, hella svona í glasið hans Danna. Svona þitt sko. Af því við vitum ekki hvað við höfum við sko. Og ættum bara að gera þetta og fá gesti. Ég byrjar að gera þetta, ég veit ekki hverju, ég er bara að velja einn til að vantreysta við öll matabótt. Og vindur upp á úliðin og treystir ekki. Þá er þessi svarti bitur. Hérna, en minna, fuck it, sumar í Evrópu, steikjandi hiti, ég var þarna, ég horfði á Frakkland Spán, undanúrslita, bara í fjórðakari, skilur, og bara á torgi. Og það voru einhverju Spánverjar á næsta stað og við vorum næstu fannir í slag við og ég og einhverju franski gaurar. Þeir voru að fagna einhverju marki og þeir byrjaði að baula og ég stóð hjá þeim og ég hélt með Spánin, ég byrjaði líka að baula. Wow, hér. Meiri ævintýri sem ég lendi í. Ég ætla að sína börnunum mínu fucking Mona Lísu. Já, það er underwhelming. Já, það er mjög underwhelming en ég var til í það. Já. Og ég vissi líka að vera loftkælingarnir á safninu en ég var mjög spenntur. Það bara að búið að loka safninu út að hita. Okay. Og ég held að sé bara því fólki verður svo sveitt og ógíslegt sem kemur að inn bara rakaskemmtir á Mona Lísu og öllu Da Vinci dæminu en það sem ég er að gangi gegnum núna er að vera komin úr sumarfríi hérna og svona, þú veist það kemur ekkert eitthvað annað sumarfríi eftir þetta sumarfríi það er bara næsta ári. Fáið þið svona blues þegar þið viti að frí er að klárast, þetta er bara að gegja frí búin að vera í 2-3 vikur og viti bara að nú er þetta bara búið. Ég er bara svo brotinn að ég þetta er bara svona fjarlæg, þetta gerðist einu sinni fyrir mig, þetta er bara farið sko. Já. Ég er mikið að DJ Vitið hvað ég er að meina? Þetta tala um að feeling done left you a long time ago. Algjörlega, long time ago. En ég veit hvað það tala um. Maður er svona stundum bara, þetta er komin ágúst, skilur það. Já, og líka þú veist, þú er búin að vera einhverju geggju frí og veist bara, ok, morgun er að fara heim og bara hversdagsleikinn tekur við og þetta voru geðvægt frí, ég var alveg til að vera viku viðbót. Sko, Kári son minn einhvern veginn alveg neldi þetta fyrir mér. Við vorum búin að vera það lengi og vorum ekki með hundinn sem var, þú veist, ég hugsaði mjög mikið mér hund meðan ég var úti, ég var alltaf bara að hugsa hvort að hann var að hugsa mig og eitthvað svona. Ætli hann sér að hugsa þig? Nei. Og hann operetir ekki þannig sko og
en Kári var alltaf að segja djöðlari til ég vera heima á Íslandi núna með boysrunum sko. en ég veit bara að strax eftir einn dag var ég bara hvað ég verið til yfir í útlundum og ég kom alveg geðveikt nettur úr þessu en strax daginn eftir var ég bara djöðlari til að fara aftur út herru, en ég lendi í dularfullu flugatvíki flög með ég held að það sé belgísk ég held að sé með svona alarmina fyrir þetta svona var ég þegar þetta gerðist þetta bara hljómaði úr eyrunum á mér nei ég þurfti að rannsaka þetta atvik og ég þurfti að leita á náðir Dr. Stindor Junior sem hafði upplýsingar um þetta mál sem sagt við erum að lenda aðfaranótt sunnudags þurfti að taka leitnæðirinn á þetta til að vera hagsýn heimilsvæðir og fljúa með Transavia sem ég held að sem belgískt flugfélag gæti verið fransk líka og ég flói með áður og allt í góðu ég teki, hvað grænt? Grænt þenni í gangi og ég að fljúa með þeim svo að lendi í Keflavík þá bara, þið verða að slökkva símanum ykkur það verða allir að slökkva símanum sínum og það ekki hægt að vera með eitthvað airplane mode og það bara ganga flugþjónar á milli og bara passa það allir séu búin að slökkva símanum og leitt gaurur hlýna mér óþekkur og var kona bara senor, telefón bara hér og hann bara, ok og við bara í fluginu máttur ekki vera með síman í gangi bara þegar við erum að lenda þá bara, vinslega slökk allir ræðtækjum og slökk við á þeim, ekki airplane mode og það bara, því fyllt eftir að það sé vera að slökka á þessu ræðtækjum og ég held að við værum svona 12.000 fet í loftinu við bara lendum allt inn, ég bara, what? Bara, þú veist, sá bara ég lendi þessu líka kef líka og rosa þoka ég heyri þenni Steinda og hann bara, þessi ykkur, ég lendi í germaður ég er að lenda, hann kom frá G-dansk lendi því að verðum að lenda og bara það þarf að slökkva á öllum símum og öllum ræðtækjum og það bara alveg verið að kíkta það var svo mikið þoka að þeir eru að láta autopilotin lenda og autopilotin getur verið truflaður af sendingunum okay. og og þetta sögðu þeir þeim í þessari flugvél en í okkar flugvél var bara látið eins og þú veist það er skeri maður þegar við lendum flugum með Austrian heim þá held ég að varum bara í solid 5.000 fetum og þá bara bam komin á jörðina Danni með hvaða flugfélag flugstu Ghana? British Airways Hvernig fílar það? Geðveikt endalaust matur, endalaust drykkir og bara ég fíla það ég fíla við sem að tala bara flug vítt og breytt ég held að það sé þetta líka það sem fólk vil heyri í fluginu sínu bara svona flugsögur og flugstemningu ég var að fá svo geðveika minningu að einu sem var ég að fara að veislustýra einu fyrirtæki risastóru fyrirtæki og Magni var að koma með mér á ástíðina og við fengum ekki sæti hlið við hlið í vilni og það var allt í lagi þessu tilviki því ég var að skila einhvern skrifum og ég þurfti bara að nota þetta 5 tíma flug bara alltaf að skrifa gaurinn við hliðin á mér bara eldri maður að negla í sig drikkjum allan tíman og vill bara fara að kjafta og hafa gaman og ég er alltaf bara ég verð að vinna og ég verð að klára þetta ég bara verð að setja headphone og klára þetta og hann bara ok, en svo er hann alltaf svona á til að benda á batterið mitt hann vissi ég gat ekki tengt það var ekki dæmið hann er alltaf að segja bara þú sleppur ekki endalaust svo verður hún batterislaus og þetta er svo geðt moment ég bara lokaði tölunni ég horfði á hann, kallaði á flugfröðina pantaði 3 whisky í ginger ale meldiði mig og hrundi það með honum kom Magni eitthvað úr lendinga það er blind fullur inni ég var einn Magni, þú verður bara að skilja þetta ég fór á fund í gær með einum samstæðsal okkar og við vorum að negla nýjan díl fyrir okkur og það er ekkom nýsponsor no worries þannig að te og kaffi þeir ætla að vera með aftur ætla að vera með í borgatúninu að ef þú kemur þetta neyrir segir betur en flestir panta Volkan kanusnúð og Cinnabon og ís hann so slurry hefur þið séð hann? Og íslatte með cold foam 20% afslur ef þú segir þetta betur en flestir ok og veistu hvað te og kaffi í borgatúninu er þekkt fyrir? Hvað? Deals já. Það er dealmaking staður þú hittir fólk hann allt eðandi og spáði að vera að gera deal og gera deal en veistu hvað,
að taka, þú veist, ég svona að taka espresso yfir díl, sko, þegar þú komin í einhvern cinnabon yfir díl, kannski það dílinn sem kallar að það, sko. Mála, ég átt svona að leiða mér að borða þegar óvalt ef ég að fá okkur dílinn, sko. Ég veit það, er bara farið þarna og þetta sko okkar official staður akkurat núna te og kaffi í Borgartúni. En heyrum frá þér, þú varst að vinna silfur. Já, og þið viti ekki að því, en ég mætti með það með mér. Nei! Wow! Ice down medallions, maður. Shit. Þetta sko, ég nú á nú nokkrar medaljur bara hérna úr yngri flokkunum og einhverjar úr byggarkeppnum okkar hérna á Íslandi. Þessi nú svona með þeim veglegri sem maður unnið. Það alveg þyngd í þessu. Já. Til hamingjum. Já, takk. Þetta svona, þú veist, ég myndi láta bara fixa chain á þetta, sko. Já, ég ekki að gera það, sko. Ég, sko, Bratislava, við byrjum að fljúa til, við áttum flug til Helsinki og þaðan til Bratislava. Svo við röðinni á flugi með SAS, þá fá allt inn bara SMS, bara þá drep ykkur. Já, bara vélinn biluð, þegar fara með Icelandair og það bara, við höfðum svona 50 mínútur kannski, klukkutíma, bara í röðinni að þar til að vélinn fór í lofti, sko, og við vorum ekki búin að segja eitthvað raunin að neitt, það bara, let's go. Þannig að við hlupum í það og áttum 9 tíma í Brussel, þannig að við tókum bara ferði í bæinn, þannig að við fengum miðbæðar rölt í Brussel í Kaupmannahöfn. Þú sást ljótafólkið? Já. Þú sást það? Hvernig Brussel-strákar? Ég hef aldrei komið á það. Þetta var bara mjög nætt. Það ljótt fólk þar. Já, hundar. Ég hef eiginlega bara heyrt slæma hluti Brussel. Sko, það góð matur þar, það ekkert svo dýrt þar, það einhvern veginn, það allt í gangi þar, það ekkert merkilegt þar. Þetta var bara, þú veist, þetta bara, lestaferð inn í miðbæinn og svo voru bara, þetta var, mér finnst einhvern veginn eins og eiginlega allar miðborgir sem ég farið að líta eins út. En kíktir í bakkan? Ég hafði ekki alveg tíma að kíkja í bakkan. Það verður að kíkja í bakkan. Það voru 9 tímar frá að lendum og það til að vélinn fór hana, við fengum svona 5 solid tíma. Herru, á hverju sem bjóra svona ógeðslega kaldir? Fáðu kaldan. Hvort viltu? Viltu fá RFK Premium? Lager eða Rímlætt? Lager. Ok, let's go. Hlusti á þetta hérna. Hrínur allt hérna maður. Ég dýrka að bæta einum smell við að fá sér bjór upplifun, veitir hvað að tala? Það druss og svo druss. Þetta Pavlov. Þú veist, þetta hérna hljóð, þetta Pavlov hundurinn, sko. Ef ekki bara tala bara að við erum hérna í Tónabæ, RFK Brewing. Já, geggjastaður. Þegar við hafa verið gott við helgina, þannig að við viljum minna ykkur á að koma enga í skipoltið, fara út á pall, fá okkur Rímlætt, lager, alls konar nýjum í gangi og bara do the damn thing, sko. En við svo flugum við frá Brussel til Vínar og keyrðum til Bratislava. Með hvað flugfélagi? Manstu það ekki? Þetta ljúga þessu? Ég ætla að bóka þetta ekki, sko. En þú varst í flugvélinni? Já, það var eitthvað, þú veist, Austrian eða eitthvað Okay. svona, bara basic flugfélag, sko. Það 50 mínútur á það milli, þú hefur kert hann að Dóri, hefur komið á slóðu þetta nei? Þetta er Vín, sko, svo kerir til Bratislava. 50 mínútur? Ég hef ekki komið það. Og þetta bara, og svo sko Ungverjalandi bara rétt hjá líka, þarna Gíor borgin sem að Víkingur var að spila í. Þarna var ungverska heimsveldið með gjörsamlega allt í gangi. Við erum að tala Frans Ferdinand eða? Við erum að tala Frans Ferdinand og félaga og þarna, þú veist, þetta lið elskar að djúpstekja svínakjöt í brauðrast með ostinni og alls konar dót. Það óstöðandi. Það óstöðandi. Bratislava geggjuborg. Hún geðveik. Fucking áinn, maður. Ég held að sko, þetta svona, þetta er einhverju svona sweet spot, sko. Þetta ekki Dóná? Jú, er ekki. Dónák. Og ég, þú veist, á svona móti það er maður bara, það er eitthvað, þú veist, einu bara hótelherbyggi að klippa leiki, sko. Þú veist, þetta var ekki mikið sightseeing á þjálfarateiminu, sko. Hvernig þjálfar ertu? Ertu að snerta á mikið? Sko, ég meina ekki óviðandi. Nei, bara svona eitthvað. Já, eða hrista á líka, bara svona eftir í kontakt eitthvað. Já, ég veist alveg, sko, það var gert. En ertu eitthvað svona, strákar, ég var í rappir í Kanada, ertu Nei, taka þá ekki neitt? Ekki. En þú frístala fyrir þá? Já, ég tek sko, það var mælt, vísinda, það var svona nemar í Berkeley, sem að, ég veit ekki hvort það var einhvers konar sálfræði eitthvað, þeir mældu, hvað Steve Nash,
sem var þá MVP í NBA og frábær leiðtogi og leikstjórnandi, hann gaf mörg 5 og svona encouraging snertingar á liðsfélagana og mældu allt sem hann gerði og báru það svo saman, gerði svo eitthvað úrtak sko, við aðra leikmenn og hann var alveg langa efstur í touches á liðsfélaga. Þetta en sko Vestæðir geti ekki alveg mælt áhrift touchins. Nei, en þetta samt hafði sko liðið var að kýla upp fyrir sig sko þegar kemur að þú veist, væntingum sem náttúrulega líka huglegt mat sko. Að þetta kýla upp fyrir sig að þýða þetta yfir á íslensku, þú veist, Finds about their weight. Þegar sko, þú veist, nefaleikar eru alltaf til hérna, þeir eru ólöglegir. Eigum við að vera eitthvað, já, sem sagt, þú tala maður í léttari þyngdaflokkar þá, já. Við þurfum aðeins að bæta þetta. En hérna, já, þannig að þetta var mjög skemmtilegt. Þetta var hérna. Ertu ekki bara að þjálfa í NBA eftir þetta? Nei. En það voru einhverjir hot steppers að adda þær á Instagram. Já, það var alveg, þú veist. Enga kellingar, bara einhverjir kannar kallar. Bara einhverjir bara og eitthvað. Þetta er bara svo, ég var heitustu pipisel landsins, ég var bara, ok, nú kemur að þessu, voru bara einhverjir gauður að rata mig, sko. Sko, ég er nokkuð... Varstu í því? Já, ég kom í 2 maður, sem er sad, sko. Sko, ég er nokkuð viskari að ég hafi fengið einhver skilabóðin á Instagram sem voru ætluð þér, sko. Allavega hann sendi DC Sport Agency, sendi mér hello coach, nice to meet you. I'm a FIBA agent and I still have some interesting players available in the market. I just wanted to know where you stand in your recruitment process, what kind of profiles and approximate budgets you're looking at. Thanks for your feedback, have a nice day. Sérðu hvað ég svara? I have nothing to do with basketball. Þetta er gott. Já, það er bara eðlilegt á svona og líka bara áhuga á strákunum, skilurðu. Þú veist, það var bara hérna sem var gaman og þetta var, þú veist, það koma svona ferðir. Það sem að verði svona einhver synergía, sko. Á milli, það var svona varð bara einhverju töfrar. Bara gerist í hópíþróttum. Og svo gerist í leiklis líka. Það er svolítið, já. Og við erum hérna bæði vegi, fáum sko mjög erfiðan riðil, Portugal og Bosnia sem eru sterklið og við endum á að skilja Bosníu eftir í riðlinum sem var, og þeim eru eitt af bestu liðunum sem við mættum sko, þannig að það var mjög stórt afrek. Svo var bara Búlgaría og þeir voru búin að krúsa yfir sinn riðil og maður svona upplýði eins og fólki á hotellinu hafði ekki, svona hinliðin hafði ekki mikla trú á því sem að þú veist að við ættum séns á íslenska verkefninu. Svo kláruðu við þá. Svo var það Svíarnir, það var alveg ridiculous comeback sko, þannig að þetta var og svo mætti Úkraínu í úrslitum og þeir voru rosa góðir, leikurinn var jafn í hvort það er lok 3 byrjun 4, og svo náðu þeir að slíta sig hans frá okkur en bara geggjað occasion og gaman fyrir strákarna og gaman fyrir kallinn minn, að látt ekki svona. Já, auðvitað hafði ég labbaði frá liðið þarna, kannski ekki alveg með hans mjög harðan, en þú veist svona, hár testamæður alltaf með hann smáharðan og hérna þetta var líka sigur kjarrans maður, það má ekki ég hafði mjög gaman að þessu. En talað svona sigra innan potsins og íþróttum, Dóri, hlaðum með sigurinn í gær, motherfucker. Já, motherfucker, sástu, það fucking shit, við erum konið í fucking byggar, afturölding og dó enginn, allir með að geta skít, skilur. Þetta var rosalegt maður, ég horfði á þetta sko on TV. Þetta var frábær skemmtun. Ég var að lesa þetta sko, ég hérna varst á leiknum með það? Sko, Steindi hringdi í mig og ég ætlaði að fara en svo bara æxlaðist að þannig að yngsti sonur minn fór í bíó með hérna vinkonu sinni og dóttir mín var að gista hjá vinkonu sinni. Ég ætla ekki að halda áfram meira með þessa sögu, skilur en þú veist, en þið eru fullonir, stóri strákar og þið geta alveg reiknað þetta út og og við þurfum ekkert að fara eitthvað meira út í þetta og þú ert ekkert að fara að klippa þetta eitthvað út. Nei. But you heard it first here, skilur. Paldi, þú veist, ég er að hugsa, skilur, pappi minn, þú veist, að þessum aldri, hann var með podcast, væri rappari og DJ og 2 rappar og 1 DJ og þeir var eitthvað að tala þetta í poddinu, það væri bara ég veit það rosalega, tíminn er breytist. Ég verðum að fara eftir að segja ykkur hérna, sko, og þegar vorum að tala um að vera svona, vera þjálfa, því að þetta er svona kannski ógeðslega klassískt að segja þetta, það er svona klisjukent en hérna, fólk kannski gerir sig ekki alltaf grein fyrir starfinu, sko. Ég svo tjekkaði, ég fór í properties og ég var með svona möppu, sko, sem ég var með klippur í, það sem ég var að greina anstæðinginn
ég endaði 4,1 gigabæti af efni sem að drengirnir voru búin að innbyrða sem að mjög vel gert hjá þeim og svo fór ég svona að rúlla yfir bara þegar við vorum með svona ákveðnar pælingar í hvernig ætluðum að spila og barða saman við gögnin eftir mótið og það stemdi vel og þá líði manni ekstra vel. Það er svoleiðis. Já, og það er bara líka geggjaði gauðra. Það er svo gaman að vera í kringum 20 gauðra. Hár testi. Háum testa líður svo vel með háum testa. Það er svo mikið eftir að lífinu og það er allt svo gaman. Veitu hvað að meina? Já, það stinnir sko. Og þeir einhvern veginn, þú veist, þetta voru bara warriors sko. En sáuðu viðtalið við markmann í afturhendingu eftir leik? Já. Það var gæi sem er bara mest real og raw fucking emotion sem ég sé á æðminni sko. Hann var bara fuck sko. Og hvað heitir hann minn maður sonur Andersson, heitir hann ekki Andersson, já. Axel, já, toppmaður. Djöfull er hann fucking haði testi þar. Já, en það er testi líka í þessum 19 ára gaur sem er að standa sig geðið vel með afturhaldíku. Veitir hann Óðinn. Þetta var alltaf sama tíma og Víkingur var að spila í Evrópukeppninni, maður var að flakka á milli sko. Já, þú er náttúrulega fagmaður. Þeir Víkingur að vinna þetta Hapoel Ben Sharava hana lið. Já, neina að segja þetta aftur. Hapoel. Sharava. Þeir eru svakalegir og þeir eru að klára risa klúbba hérna á heimavelli. Víkingar. Þeir eru ekkert eðlilega góður. En verða þeir ekki alltaf teknir í bakarið út í Ísrael? Þeir eru að spila í þessum 40 stegum, skilur þau. Þeir fóru til Ungverjalands, það var heitið þar. Og þeir eru líka að spila leikur nýr í Ungverjalandi. Það er ekki að spila í Ísrael, sko. Þeir eru alltaf ekki að spila, leikurinn verður ekki leikin á Gaza-svæðinu. Þetta verður í Ungverjalandi. Ég hef alltaf verið með pælinguna, sko, að menn er alltaf að tala að gera Laugardalsvöllinn eitthvað betri og flottari og meira skjól og data. Ég sé hell fucking no. Gerum hann verri, sko. Já. Þegar koma þetta bara og það er ömurlegt að vera þetta. En það kann enginn á Íslandi að spila með vindurum. Boltinn er alltaf bara eins og flugdrykki einhvern veginn í öllum leikjum að gera hann verri. En talandi að gera hlutina betri, þá ætlum ég að gefa ykkur hérna Teija. Já, herru, sáðu þið postin á mér á Instagram? Teija. Ég sá Teija, fór að heimsótti Teija. Ég skal taka að vera meira með húna, sko. Sko, en þetta, ég náttúrulega ef við nýja húi sem ég keypti á Spáni. Já, herru, hún er illuð. En eru það að taka eftir einu? Byggðaderið er komið aftur. Já. Hver tekur þessar ákvarðanir? Í alvöru tala? Þetta er bara eitthvað svona... Bara ekki að vera varandi byggðaderið, við ætlum að bring it back. Sko, veit ég hver ég held að taki þessar ákvarðanir? Skeitar. Ég held að tíska byrji mjög organically, kannski er búið að breytast núna því að skeitar eru orðið einhver módel fyrir Louis Vuitton eða eitthvað. Ég held að þetta byrji í skeitinu, sko. Ok, þetta er enda mjög lærð pæling. Langar að horfa á kids, það er bara ground zero of, við erum í einhvern fötum sem voru ekki ég, kannski ég er einhver cashmere peysi hérna. Hvað er þetta montaði? En þú veist, ég held að skeitarar, séu svona, þú veist, það sem að skeitarar og rapparar einhvern veginn hip-hop og skate í dag sé bara svona einhvern veginn það sem sé að stýrir sko. Já, ég sko, það er fyndið því ég var actually sko í Bratislava og var ég eitthvað að rölda þarna Varstu að skeita það? Nei, og það var alveg sterk skatemenning. Já, herru, klukkan. Já. G-sjokkarinn. Sjokkarinn, herru. Og ég var að horfa, þú veist, bara svona, það var gaman, ég var svo gaman að sjá, það voru bara skeitarar. Já. Old school skeitarar sem voru þarna og þeir voru mjög svalir sko. Þú veist, í YouTube-sinni það sem ég er að horfa á svona Trapplor Ross og svona gauðra sem er að tala um eitthvað svona Black Murders og eitthvað sitt, þá tala þær alltaf hvað sem marga hats gauðrin er með sem eru sko morð. Já. He got at least 10 or 11 hats og þú veit með 2 hats. 2 hats. En ég ætla að klára Teija umræðina, ég var á dæma á götubitanum sem Teija var eiginlega bara svona bakhjarlinn, já. Og ég borðaði þetta ykkur 50 rétti og það var gaman. Hver vann? Siggi Chef vann. Það voru nokkuð velun 2 guys, Hjalti, hann var besta borgaran. Hann er rosalegur. Var Öngarinn eða? Öngarinn var ekki, en ég sagði það er á næsta ári að ég segja hann bara setja á, þú veist, ég spurði hann bara, er einhver annar borgar í heiminum með Dijonais? Hann sagði nei, held ekki. Og hann er sigurvegari. Já, og síðan var, þú veist, churrosvagnin var besti sætibitin, besti smábitin var líka í manni. Var gælar hann það frá Kólumbíu, Mikita?
Þú veist að hún að selja þetta shit bara, þú getur eldað þetta heima þér. Það er svoleiðis. Já, þú getur keypt í melabúðinni frosi, ég ofta eldað þetta, mjög gott. En Danni, hvernig dtaktíkin þú ert að dæma svona? Sko, ég kem að inn sem eitthvað street certified gauður, þú veist, ég bara, þú veist, ég sagði ég hef unnið hérna í veitinggerunum og þessu, hvað er það unnið? Ég var náttúrulega í uppvaskinu á Broadway, þú veist, ég var í 9. bekk, fekk stundum að ráða diska, en þú veist, það er bara aðalega bara að taka eitt bita. Og that's it, það er reynslan. Ok, ég ætla að segja þér eitt, ég meni þetta ekki illa. Ef þú ekkert sem fenginn fyrir að dæma svona keppni, ég myndi skrifa það grein í blöðin. Ég myndi segja bara hér er víða pottubrotin en hér er gengið á land sko. Þetta var hérna, en náttúrulega þú veist þetta er þetta skilur, en þetta var samt sko þetta var bara eitt biti alltaf. Já, og bara tókst bara eitt bita. Eitt bita, já. Hvernig klensaru? Ég klensaði ekki neitt, það var bara eitthvað vín sem þú myndir ekki guttera. Jú, reynda eitthvað þráin á Óks með hérna, virkilega vín sem þú guttera mjög vel. Já. Annars var bara Dom P by the Gallons. Býði bara, ég er að fara að lansera vínklúbi betur en flestir hérna. Ok. Og þá getur BF Hjörðin sko farið að lifa eins og kongar, loksins. Það er svolítið. Kókatróna. Talandi vín, þá vil ég tala um Mosagin, eins og við tölum, hip-hop. Official drink of Icelandic hip-hop. Og ég er með smá lista hérna, hip-hop lista, sem ég tók saman. Ok, ég er svo til í það. Og það er þess að top 5 íslenskir behind the scenes rapgörur. Ok. Og ég vil svona, ég er ekki komin neitt ég veit fullt þá, en þið með ræða með mér sko. Já. Hvað ert að gera, Halldór? Ég er að fara að hvíla lappir þar en það, ég var í gymmaranum í morgun, þreyttur. Ok, ég ætla að byrja bara á 5 top behind the scenes, þú veist. Og rapparar eða bara behind the scenes, þeir eru ekki öll að rappa, þú veist, þeir eru kannski að gera eitthvað, en svona, þeir eru ekki að gefa út plötur, skilur. Ok, ég þarf bara að setja þess að 2 menn í eitt sæti. Þetta er ekki sæti, þetta er ekki top 5, þetta er bara í yngri röð. Ok. Ég ætla að byrja á Finna og Jeff. Ok. Já. Þú veist, hvað getur við sagt? Þeir eru bara búin að vera alltaf behind the scenes í svo mörg ár. Ég veit það. Og náttúrulega prikið, heimavöllur, svo bara allar útgáðnar og hverjum er svona líki sérstaklega í seinni tíð búið að hjálpa og þú veist. Já. Og þetta er ferill, minna útgáfuferill sem spannar sko Dóra DNA yfir í St. Pete sko. Já, ég meina sko hvað er klassískara en hip-hop djama prikinu? Akkurat. Ekkert. Hversu mörg freestyle hafa verið haldin í portinu þegar menn voru ölvaðir. Já. Akkurat. Og líka bara eventar og þeir eru farin til að halda bara, þú veist, alla event, fyrir utan hip-hop bara, þú veist, þeir voru gutt, Jeff-færin var að running the show hérna nýra á Götubita. Bæði, við erum svolítið kynnslóðin sem var að rappa og freestyla á prikinu, svo kom kynnslóðin hérna sem er hérna þú og vínir eru svo flottir, rappandi eirað á mér út í portið, kom eitthvað kynnslóð sem það voru við. Þeir voru rappi eirað á okkur sko. En síðan númer 2 og þetta er svona deep cut. Deep cut. Siggi Bahama. Hann sko byrjaði svona, hans svona skrefin í rappleikinu var að hann var aðgað með Guðunarsbjörnvarinu og vildi koma sanna sig. Þannig að hann hélt partí. Besta hip-hop partí. Sem var í mánuð. Já. Þetta er besta hip-hop partí sem hefur verið haldið á Íslandi. Og það var þetta freestyle í heimahúsi. Ammæli mitt upp í Dala sem allt fokkin var vangið. Það var líka. En sko. Salút. Herru, já, Siggi Bahama, Fires Flowers. Sko, þið fóruð í partíi til hans. Já, fyrsta daginn. Hvað var þetta langt? Mánuður og hann var bara fólk flutt inn í partíið og endanum bara farin að fá póskort í partíið. Ég var allan að eitthvað þarna og frístælaði eitthvað þarna í einhverju herbyggi. Já. Stinni var þarna, Rókur alls fagnar. Já. Herru, númer 3, ég ætla að gefa Siggi Bahama. Sko, Siggi Bahama var svo líka beatboxari, skilur við. Já, og líka er hann er svona one man army í kvikmyndagerðarbrassun. Já, og við getum líka sagt Siggi Bahama, ringdi hana. Pappa var alltaf með Mango Grill líka. Einmitt. Þannig að bara salút. Hip-hop royalty. Og hér er Daniel að fara yfir top 5 eða bara svona í engri röð. Skuggasveinar í íslensku hip-hop-sveinu. Númer 3, Maggi Leifs. No Hann er búin að vera shooting in the gym lengi. Já, no doubt about it og náttúrulega allt graffiti dótið og hérna vídeóin og líka bara svona hann hefur verið svona cultural gaur sko, bara þú veist hann er bara svona referenspunktur, sterkur referenspunktur í rappinu. Náttúrulega sko brennum allt. Já, en líka bara þú veist strákarnir. Hann er bara búin að vera shooting in the gym behind the scenes
í mjög langan tíma. Og líka og pælir aðeins í landfræðinni sko. Hann úr miðbænum en hann var alltaf svona tengdu Vesturbækur svo verður hann óslega mikil vinur okkar og þú veist hérna hann var svissi í þessu dæmi sko. Já, og harðasti Milwaukee Bucks maður landsins. Herru, númer 3 eða númer 4 Neðanjörður. Já. Njöttin. Hann hérna náttúrulega búinn að vinna heimildamynd núna í 40 ár. Já. Og hann situr þessu ormur og gulli. Já, hann eitthvað skonar kongur í félagsmiðstöðarsörinni og hérna á pickup truck. Á hann pickup truck? Já. Það svoleiðis. Þú gleður með að heyra. Ef hann ætti eitthvað svona gamlan golf, það væri ógeðslega leiðilegt. Ég veit það. Allan síðastir í vissi var hann á solid pickup sko. Og fer honum mjög vel sko. En fyrir þá sem ekki veit að Njörður svona stór og mikill og hávaxinn maður var alltaf með sítt skegg. Hann gæti verið eitthvað svona Nation of Islam bodyguard í Death Row. Alveg sammála því. Ég alveg sammála því sko. Herru, þá var það hann komið með sín flowers. Síðan það Ómar. Ómar maðurinn bak við TFA.is hippa.is TFA stóð for Time for Action. Hann fór alltaf í slökkulið bara til að vera á dagatalinu. Hann hérna var umboðsmaður hljómsveitarinnar 32C sem var Maxi, Dabbi T og MC Gauti svona Super Cruise og kannan Ómar bara meiri happen í mörg ár og þá það ekkert fyrir það. Hann bara hann var á myndaðalni náttúrulega. Hann fær sín flowers hérna bara skífuskákn náttúrulega og allt svo hérna svo Ella sko. Það náttúrulega sko þú veist kóngurinn þarna, ég veit ekki hvort þú veist með hann náttúrulega Robby Chronic. Já, en hann ekki með DJ og rappar inn í þessu grunnilega. En hann svona Robby bara búin að vera það mikið sko fyrir fram að vilna. Já, þú ert að meina bara einhverju sem hafa ekki kannski fengið Nei, svona skuggasegla sko. Og síðan náttúrulega honorable mentions. Þið með einhver honorable mentions með fleiri? Single B. Já, wow. Ég ætla að segja Atli Væs bara tvímælalaust. Þorsteinn Lár, svona smá. Þorsteinn Lár, Stebbi Langi, bakari, einhvern veginn, Lansing. Já, sko, svo náttúrulega sko ég veit ekki hversu involvera Robby var það en svona einhver hersing innan Iceland Airwaves var óslega duglega að passa að það væri alltaf eitthvað gott rapp þar í gangi líka sko og það var eitt rappkvöld alltaf svona innan Airwaves sem ég og Danni fengum einu svona hrikalega gagnrýni frá okkur útlýsum gaur sem sagði að við litum út svo fucking Paul Wall og Fratboy og við vitum ekki eins og hvað hvað. Já, Fratboy, við höfum það á hreinu sko. En það er bara gaman að þessu og bara þeir hérna Þetta frábær listi maður. Við kannski bjóðum bara í Big Gang einhvern tímann. Það verður sko, þú veist, allar svona nýs menningar þurfa nefnilega að hafa svona alvöru supporters. Svona sem kannski gera meira en gott þykir af því það get ekki allir verið dúrar get ekki allir verið artistar. Það þarf líka það þarf svona skuggasveina. Já, sko Bent hefur náttúrulega haldið svolítið utan menningunni, ég veit að hann hefur verið in the forefront sko. Hann var náttúrulega með Bent Sporð hann var með útastáttin og var það ekki Haförnin? Nei, Haförnin, ég og Danni Þið voru með Haförnin, hétt það ekki líka Haförnin undan eða? Hann var með Nei, Óskar sjúklinga og var svona hann hélt utanum menninguna sko. Já. Ég meina hip-hop skjaldbakan var líka þeng sko. Það var Eigi og Erpur. Já, það kölluð sér Scud og Radio Raheem kölluð sér það sko. En þar var maður að heyra fyrst getið bara svona evróst hip-hop og svona, það var litið gaman. Þetta er allt svona og þú veist, það er svona þú veist, það er margt sem ég hugsa sem ég veit ekki hvort það hafi verið sem varðveitt eitthvað þar það er til dæmis einhver performance með Rottweiler í stúdíu það sem að taka þér ekki boðið sem var svona eins og myndbandið í smá tíma nema það var í einhverjum unglingaþætti á Rástvö það sem voru allir í einhverjum tókaklæðum eða eitthvað pull. Ég man eftir myndbandi af Jóni M hangandi á hvolfi í sama þætti að rappa. Er þetta ekki
eða eitthvað. Ó eða óg eða óp, það var alltaf eitthvað mismunandi. Ég líka, sko, ég náttúrulega var líka á prímaldri þegar Rottweiler frumflytja jólalagið Jólarasmög í beinni á í sjónvarpsþættinum Silicon. Það sem Erpur rappar eins og frægt hleypum bæinn og jólastemninguna skemmi, aðfangadagskvöld í fullur og hlemmi, Jeki og Briggs, Hallimal og kannski hemmi. Þetta fucking trillt, sko. Bara við Mosagin, fá ykkur Mosagin og fá ykkur endilega það sem í ex-Chardonnay kask. Já, við þurfum að fara að hanna okkar eigin blönduðina. Okay. Með Mosaginni, sem sem þarf að vera hip-hop blandan, sko. Hvar var hún veðrum maður? Og henni verður lanserað í fyrsta live podin okkar. Hvar var tunnan geimd? Hún var í hlýðagöngunum bara. Hún var þar, enginn má taka hana. Hún var tekin henni svona 10 mínútur, sko. Hvað mest í hip-hop staðurinn? Þetta reyndar, það eru svo nokkri staðir sem ég kalla örlagastaði. Og ég veit ekki hvert ástandið á þeim núna, en þetta eru staðir sem ég einhver hluta vegna tengi við íslenskt rap. Hip-hop staðir. Já. Hvar væri íslenskt hip-hop Mosagin? Hvar væri tunnan geimd? Það er náttúrulega hlýðagöngin. Hlýðagöngin eru so hip-hop. Hamraborgargöngin. Já. Það er náttúrulega... Veistu hvað ég ætla að segja líka? Þetta er á wildcard og ég held að þeir munu báðir hugsa rap, en þeir vindið ekki á hverju. Portið fyrir aftan háskólabíó. Já, það er eitthvað eitthvað barinn þar, það var líka að vera skeitar og líka eitthvað Óli P að taka freestyle og svona. Þetta er svona örlagastaður. Svo ég með stað sem horfinn, sem var bara fyrir utan Norðurkjallara. Já. Þar var voru hip-hop jam reglulega haldin og þar var alltaf eitthvað commotion og menn eitthvað tunnan myndi vera góð. Ég rappa rétt og flott eitthvað að byrja með einhver. Þú vannst náttúrulega einu sem steinbítinn áður en að battlið byrjaði og það er eitt að finna sig í sé og ég held að mér einum finnst það fyndið og það var þeir voru búin að vera eitthvað að kýtast á netinu og þú varst bara komin nóg og þeir allir eitthvað að batla hann og búið að auðlýsa eitthvað batl. Hann kemur eins og fucking Gístur Uppsölum, hann var í stuttbuxum og í einhverjum ég held að hann hafi bara verið í einhverjum bomsum. Hann var ullapeysu eða eitthvað. Ullapeysu og Dóri, þú komst bara á hann og fyrst sagði hann, bara áður en batla var það, sá þetta enginn nema ég. Sagði bara, af hverju mættirðu í þessum fötum? 17 ára notabene, 16. Þannig að locationu það sem í klúbnum myndbandi var tekið upp var þetta ekki hvar var það Þingholtanum? Já, það er líka notað í öllum tryggingarauðlýsingum eða eitthvað svona, en það er alveg eitt af þessum unit, sko. Menn eru að keyra ægisíðuna oft í myndböndum. Það er verið að bruna á ægisíðunni, fjölnotarými er bílastæðið bak við Kringluna sem er bæði notað í rappmyndbönd, áhrifavaldamyndbönd, en líka bara notað af, þú veist, víkingaskylmingafélaginu Rimmugík til að æfa sig, skilur, einhvern veginn, hæf fjölnota. Þessi staðir, ég held að ég muni ekki eftir fleiri, Ingó náttúrulega, einhvern veginn. Já, Ingó, er þetta ekki bara, Austurbæðaskóli, þegar Graffi var ennþá. Það var kannski Crown Jewel. Já. Crown Jewel. Og þegar íþróttamóti hip-hop bara var. Já. Og við vorum að keppa í fótbolta með Austurbæðaskóla. Já, þú veist, þegar maður segir fólki frá því, bara ekki á þetta gerist á íþróttamóti hip-hop bara, það er bara, bíti segja mér. Það er bara, já, við stundum allir spjallborð og það var skipulagt heil helgi af íþróttum sem var annars vegar fótboltamót og körfuboltamót. Það sem menn völdu sér lið og það voru allir með einhverja fucking ringas, nema við. Já. Nema við. En við vorum í stinna. Muni hvað, Delphi voru góðir, þegar Móri mætti með Delphi. Já, þeir unnu þeir. Þeir voru geggjaðir fótboltamaður. Síðan var náttúrulega uppskerum hátíðin á Shalimar. Já, Shalimar. Shalimar var næstu ára einn af þessum íslenskum hip-hop stöðum, sko. Þeir voru en veitu hvað, boys, við höfum lagt lag okkar við svo fucking weak stofnanir í gegnum tíðina sem hafa lofað því að ætla að vera eitthvað skonar, ætla að verða prikið án þess að eitthvað nefndi í, skilur, og Shalimar er einn af þeim. Hvað hét þetta ævintýri í Lækjagötunni, Stofan? Stofan, já.
undirgöngin eða eitthvað djúl það var borgaði enn 500 kall og fegst að hafa pizza hlapa frá Mango í gangi. Já. Það var rosalegt sko. En sko Tetris staður sem ég upplýði aldrei en hann er einn af þessum motherfuckers. Haldið áfram, ég laga myndið alveg hérna. Þetta laga hana? Aðeins að laga ramman. En allavega, þetta voru staðir í íslensku rappi. Við vorum að tala um íslenskt rap út af Mosaginn, the official drink of Icelandic rap. Já. Þú veist, en það er samt engin sko, þeir ekki allir edru orðnir þessi rapparar? Jú, nema við, ég þú. Og erpur. Að þú veist, það er engin eitthvað flossin með einhverjum flöskum. Nei, og þetta hefur verið sko, þetta er alltaf bara mjög áhugavert að því þetta er svona fyrsta kynslóðin að eldast sko, en menn að eldast mjög gracefully sko. Sumir. Já, í rappinu. Já. Kannski betur en rockarinn. Já, ekki. Þú veist, það voru allir, maður kveði að vera gamall rappari, en turns out að það er miklu meira basic en að vera gamall rockari. Gamall rockari lítur út þessu heimst pakk, skilur við skoðum tala það er bara eitthvað einhvern leddar ennþá með sítt hár og allir eru bara, af hverju ertu svona? En ef þú ert í eitthvað svona eins og ég, þú veist, ég að fara inn í sömu streetwear-búðir og fucking sonu minn, þú veist, svo fucking mikið shame, sko. Shame on them. Við erum bara saman í París, bara þetta er geðveikt búð, bara svo ég ekki bara að kaupa mér inniskóa það maður og allavega, þú veist, en þegar ég sé eitthvað svona eldri í streetwear og hugsa ég alltaf þessi gaur hefur gilt í fötum. Þú veist, ég hugsa alltaf eitthvað þessi. Sko, það er náttúrulega mjög sterkt líka, sko, já, svona eldri, svona, ég er að tala um svona eldri gæjar Robbie Kronig, sem voru, þú veist, þeir fíla ekki rap sem er í gangi í dag, ég get lofa eitthvað því. Drum and Bass, Prodigy, Beastie Boys, Public Enemy, Stussy. Og þeir eru bara Stussy, þeir farið Stussy jakka, veit, skilur hvað. Já. En ef að check... Og röð í Stussy-búðuna í París, af ungu fólki. Talandi að vera í Stussy, náttúrulega okkar maður Nójan er mikið Stussy-kall. Stussy, maður ekki Stussy. Það er vörumerki sem ég tengi mest við Nójan. Ok. Ef að kíkja aðeins á bílvíkunar. Býtu, ertu að segja þessi comeback þátturinn, 20. þátturinn og maður gera hendi okkur svörtum Benz á viðránlegu verði hérna? Sko, ef ég myndi sjá þennan bíl og einhver gaur sem ég þætti, ég myndi halda að ég væri komið lengra í lífinu og ætti meira skilið og hann var þessum, ég myndi halda að vera 24 milljónar bíl. Ég veit það, ok, nú sé ég ekki Þetta er Mercedes-Benz GLE 350D 4MATIC Progressive AMG 8,9 milljónir, þú færir okkur 450 skallið og segir BF kóðan við Nójuna upp á bílsölu Reykjavíkur. Já. Og ég er búinn að tala við Nójuna að því að Bent kom inn í síðasta hætti og sagðist af hittan og sagði að Maggi hefði miklar áhyggjur, veit hvað er tölulega mikið um hann. Hann var bara sáttur, sko. Já, ok, það er gott. Bent er alltaf að sá einhverjum frá. Já, Bent hann er ljótt í honum og þegar hún líður illa vill hann að öðrum líður illa og Magga líður mjög vel bæði. Ég fór að hitta hann í gær, sko, eftir fundum með te og kaffi. Ég reyndi að taka bara alla sponsorinn okkar og hún leið bara mjög. Þú ætlir að bjóða öllu sponsorunum one by one á te og kaffi í Borgartúni. Já. Og vera loop the deals. Snúður skorinn í 10 hluta. Hann er keyrður 89.000 kilometra sjálfskiptur. Af hverju er verið að gefa hann bíl? Þetta er hybrid, þetta er dísel rafmagn og hann er 5 manna. Hvað var gerð? Og þetta er 2021. Þetta er glæsið. Dóri, ef ég var ástumbyrði, hvað myndi ég gera? Hvað? Ég myndi setja kúla á hann, kúla á hann? Ég sé það ekki. Ég myndi setja kúla á hann, bara, ég þurfti bara að fá hann að lána í eitt skipti. Svo myndi fylla inn að kerra og drasli, fara á sorpu í Mosó og bara hanga allan daginn. Það er til að kæma einhver sem ég þekkti sem var með mér í skóla. Kællin kom bara svartan GLE 350. Ég bara, já, og ég er að sorpa á hann kallinn minn. Dóri, ef þú væri að fara til Akureyrar og væri með 4 aðeila, dead or alive, sem þú mætti bjóði inn á bíl, ef þú væri að keyra, hverju væri það? Sko, ég... Þú mátt líka vera að fá þér og vera aftan í. Ok, segð það. Segð það. Sko, ég, En þá þarf einn að vera edrú sem er að keyra. Ég hef aldrei þetta dead or alive, þetta er spurning sem ég hef aldrei velt fyrir mér. Nei. En ég meina ok það eru bara gaurar sem eru fáránlega góðir í bíl og er gaman að vera í bíl með og ég segi hver einn af þeim Bergur Ebbi
bæði þá einhvern veginn svona sko leikur ökutækir alveg í fingrunum á honum einhvern veginn og hann veit geðt mikið þú veist, hvað á að tala í bíl hann talar bara fyrstulega akstur og bílinn sem við erum á í bílnum sem ógeðslega gaman og hann á geðveikt kvót manni þegar við erum að keyra á autobahna í Deutschlandi með fleiri Íslendingar í bílnum og Bergur á svona 155 þarna í rigningu á trukk sko hvert þú farin núna? Lagljósið okay. Og við erum að keyra þarna og og Ugla Eilsdóttir sem í bílnum sem geggjuð, hún segir Bergur ertu ekki að fara þessu hratt og hann segir nei, ég alveg eins og Schumi sko. Og hún segir, hvað meinarðu? Ég Regenmeister það keyra 100 í rigningunni og þú veist, og Bergur ég hef líka bara séðan þú veist, við vorum að keyra þú veist, í 8 tíma á 155 einhvern veginn í Þýskalandi og þegar við komum loksins inn í Bremen þangað sem vorum á leiðinni, hann var svo peppaður hann rak hausinn út gluggann og öskraði wow! Og öskraði okkur til are we in Bremen or what? Þetta verður, þeir sem eru að horfa þeir sá það ljósi slökna en það verður svona Red Light District ég fíla þetta er late night special Ok, þá er Bergur komið, nú vantar það 3 ég ætla að segja ykkur eitt að í seinni tíð á einhverjum tímabúti hefði Steindi verið síðasti maðurinn til að fara á svona lista en eftir að ég svona gleypti æðruleysispilluna gagnvart ákveðinni hegðun í honum og svona og sko strákar sorry, ég ætla bara að segja ykkur bara þetta er ekki þættinum en það er eitt mjög vont moment sem gerðist í síðasta einni stjörnu þetta í það sem bara allir voru farnir að rífast inn í einhverjum bíl Steindi hafi verið sérstaklega beðinn á veitingastað að fara á klósettið að það væri ekki hægt að stoppa herru, við erum bara labbið 5 hann segir nei, það er ekki að klósettið við erum bara labbið 5 minútur herru, ég verð að fara á klósettið týnist er í einhverju one way street búin að labba 15 mínútur frá okkur bílstjórinn er bara ef ég sækja hann þarf ég að fara sko inn í miðbæinn og þetta er 50 til 60 mínútna krókur sko og við tökum og vera seinir og það eru allir fann að rífast Steindi er orðið náttúrulega pirraður líka hvað er það þið sögðu bara vittlust þetta og sem kemur hann labbandi og þá var hann að kaupa 6 Guinness í plastglasi til að gleðja krúið og hann var búin að labba með það í svona, þú veist, ég alveg 25 minútur hérna í Dublin og hann einhvern veginn hélt að hann með puttana onni þeim öllum og hann kom labbandi og það er svo fyndin orka að vera reiður en að færa fólk í gjöf og hann var svo Daffy Duck hann var svona búkslafút og hann var engin glaður að sjá hann að bjór hann var allir rífast úr þegar hann í bílnum sko. og ég hugsaði bara ég vil alltaf ferðast í þessu sko, með þessum manni og sjá hvað hann gerir næst hann að Steindi væri þarna meðlega vera útlíka sko Erlendir aðilar ok, ég var að fara að segja eitthvað gay eins og kona mín því svona, kona mín er algjör svona gefir handbók í framstöndun og segir manni frá hluti sem maður er að fara framhjá og ég hef átt fucking insane moment með henni þú veist, við vorum á Spáni að keyra hún var bara, beðið hérna ég bara, hún er bara beðið hérna og bara förum, sko, við erum bara fannir að keyra eitthvað malar slóða, sko hún bara fara aðeins lengra, innir, löpum aðeins löpum, er hún bara, gjör svo vel tökustæðurinn í Sexy Beast bara að horfa á húsið þess að Sexy Beast sem bara uppáhaldsbíómyndin minn í heiminum var tekin upp sko og þú veist og hún færi mig svona hluti en það er hommalegt að vera eitthvað ég teki bara konu mína og náttúrulega börnin og ætla að ferðast með þessu þú veist það vill það enginn maður ég myndi taka Matt McCusker skrínista því mér finnst það að vera finnasti gaur í heimi og ég myndi taka Tim Dillon með að því ég líka langa til að vita hvað hann segir við þessari leið Reykjavík, Akureyri sko. Já, líka sko, það væri gaman að hafa Tim Dillon og Berg Ebba þannig í góðum samræðum sko. Það væri dýft Það væri dýft í þessu Sko, ég held að Joe Warren hafi satt sko Mike Tyson, Tommy Lee, Pamela og þú veist Charlie Sheen Það er Joey þetta? Já, Joey sagði þetta Sá maður það ég þarf að faðma hann sko Já Bent sagði eitthvað 3, ég man ekki af hann og segja sann, ég væri ég með sveppa hana líka því hann myndi svona geta að tala við hann hvað þetta var allt steikt sko. En þá verðum við líka að salta eitthvað og ég veit að Dóri er náttúrulega búin að sjóða á hann núna í þessum hita og búið saltverk, best salt í heimi. Dóri, Söltum vikunar er ótrúlega basic og svona aðdáendur þáttarins
hefði kannski átt að vita að þessi söltun vara er búin að vera leiðinni frá upphæði. Veitu hvað ég er að fara að salta? Fucking tjaldútilegur. Þetta er ömurlegt. Að vera í tjaldi er eitthvað það mest niðurlægjandi. Þetta bara tala tjald eða eru tjaldvagnar, húsbílar, er það með inn í þessu eða bara tjald? Ég ætla að taka tjaldvagna og húsbíla þarna fyrir inn í þetta líka, sko. Ok. Þú veist, sko, tjaldið er verst, sko, af því það er ekkert kósí. Það er ekkert kósí og þetta er aldrei eins og þú ímyndaðir það. Þú ímyndaðir eitthvað, já, svo bara sittum við hérna og bara börnin farin að sofa. Börnin sofna ekkert í svona dóti. Þau eru bara, þú veist, bara drunk on air einhvern veginn, bara alveg brjáluð, skilurðu. Þú hittir alltaf svo fólk sem þú bara vilt ekki hitta og vilt aldrei hitta á tjaldstæðum, sko. Og hérna og svo er þetta náttúrulega eitthvað versta tegundin af túrista sem gefur hérna túristin sem gistir ekki einu svona hótel eða það tjald eitthvað. Þú veist, þetta er bara svona, þetta eru svona túristar sem voru hérna early 90s, bara einhverju nískir þjóðverjar sem sko gera þjóðabúinu ekki nema grikk með því að mæta þeim. Þetta er bara álag á innviðina. Þetta er liðið sem er að smyrja sér hérna bónussamlokur inn á bensínstöðum, sko, og að þú veist, samlokur úr bónusbröðum inn á bensínstöðum, þú veist, og ég ætla ekki að segja að það sé eitthvað að því að vera hagsýn verandi nýkomin úr fríi og hafandi smurt minn skerfa af bónussamlokum í fríinu, í hádeginu sérstaklega, en þú gerir það ekki inn á fucking bensínstöð, þú gerir það bara eitthvað þar sem þú getur skammast þín. Allavega, þú veist, tjald líka, eina leiðin til að sofna í tjaldi er dauðadrukkin. Plastlykt. Þú veist, þetta er bara, rignir og þú stressaður og þú veist það og vaknar á morgun og verður annarkot of kalt eða of heitt. Mér eru bara aldrei liðið mátulega í tjaldi í fyrsta lagi, aldrei. Mér eru alltaf verið sjóðandi heitt eða of kalt og hérna og bara ég þarf að gera þetta stundum alltaf. En þú veist, en dóttir mín var eitthvað, getum við farið í tjaldútilegu með hundinn og ég sagði bara eska mín, nei, ég ætla ekki að gera það. Ég bara bý í húsi og ég er húsakall. Ég líði vel í húsi. Ég er bara húskarl. Ég er húskarl. Hafið einhvern veginn farið í útilegu erlendis eða útilegu, hafið sofið í tjaldi vandalega þegar farið hróaskildi eða eitthvað svoleiðis. Já, ég gert það. Já, ég fór einn svona Coachella í tjaldi sem var bara eins létt og það ætti að vera úr Target, það kostaði bara svona $39. Og vakna í slíkum hitta það er að versi ég gert. Sér fór ég með þetta tjaldi í útilegu til minn Vestlumhelgi. Og þetta var bara, ég vaknaði í svona bara 4-5 cm polli, sko, þetta var svo lélegt tjald. Shit. En já, bara, ok, ég meina fair enough, en ég vil alltaf segja að Lava Karendal, þeir eru með campervan sem gæti lista vandamál fyrir þig. Þeir eru með campervan? Já, Runo Kangu, hérna. Vitið þið hvað, campervanin, hérna koma núansandir, sko, ekki að móta hann. Nei. Eitthvað svona lið sem ætlar að nómanda Íslandsheimsóknina, bara tekur bíl, ákveður hringinn. Það er þetta leið og fólk ætlar að byrja að hafa kósí þarna sem ég bara forget about it, skilur við. Og hérna, og það þess vegna ég hef sofið í svona fellihísi eða tjaldvagni eða eitthvað á. Mér leið bara eins og, veistu hvað það mér leið? Mér leið bara eins og ég hef tekið bara rangar ákvarðanir í lífinu, þegar ég var þarna. Bara frá því ég sofnaði og þungli vaknaði. Og hérna, þetta er ekki fyrir mig. Þetta er ekki fyrir mig og ég bara segi nei. Ég ætla að koma með allan fyrir Lava Karendal sem er besta bílalega 2 árið eina sem er unnið það. Sjóðandi heitt. Og þá ætla ég að segja það sem er heitt og ég ætla að segja horfa á neðri deilina á Íslandi. Já. Ég horfði þessu leikurinn í gær, var skemmtilega en eiginlega allir leikir sem ég sá á HM, sko. Já. Og ég er ekki að segja, og þá kemur lélegri, auðvitað veit ég það maður. En þetta var bara ógeðslega skemmtilegu leikur, maður. Já. Og þetta er gott teikdani. Og ég veit fara að horfa, ég veit ekki hversu langt ég vil fara niður í þessum deildum, FC Afrika bara. Ég meina, ég Álftanes er í 4. deildin í toppártunni þar. Það er mjög gaman að fara að leiki þar. Þannig ég ætla að segja heitt, horfa á neðri deildinar, þú veist, kannski önnur, fyrsta, önnur, þriðja. Það er í 4., 5. Og ég vil líka fara að hætta þessu fyrsta, annað, þriðja. Ok, nú er ég, veist, ekki mest í skólarinn í menntun, en sko, hvað kallir þið fyrstu hæð? Þið er byrjað á fyrstu hæð. Jarðhæð, ég kalla. Já. Hvað segir þú? Já, ég er komið þangað líka, sko. Danskan er, þú veist. Og líka í Fraklandi. Já. Er það bara fyrsta hæð, er bara fyrst 0? Er 0, já. En í Danmörku þá kallaði fyrstu hæð aftur, ég vanda var svona. Það er föstusal. Já. Ok, þannig að ég segi alltaf bara, ég vil tala bara líka, fara að tala deildi sem fyrstu deild, það er bara fyrstu deild.
önnur deild Ég hef verið svolítið á yngri flokka mótum og þar er sem stórliðin svo Breiðablik sem tefla ekki fram A, B, C og D-liði heldur heita liðin eftir einhverjum leikmönnum þannig að það getur verið sko Eðsmáradildin og svo Hermann Heiðastildin en svo kannski er fimmtadeild farin að heita þú veist bara svona Hemma Gunndildin eða eitthvað svona Já, með þú veist einhver neðri deildar leikmaður En ég veit líka komin að hliðasöltun við erum búin að taka heitt og saltið í samanstang Hliðasöltun Ég veit salt eitt Það er að vera númer fucking 23 sem leikmaður í fótbolta eða handbolta eða körfubolta Hvað ertu líka Michael Jordan eða skilur hvað ég veit ekki, mér finnst það bara fucking corny mér bara 23, það er bara númerast Jordan ekki verið í því, skilur hvað og ég er ekkert einhver Jordan menn, mér finnst það bara svo hallærislegt Eru gaurar að taka þetta? Já. Og hvað? Sko, ég hef oft hugsað sko, hvað var 23 áður en Jordan var í því veitu hvað ég meina? Já. Þú veist, þetta er bara Það var bara 23 Já, og þú veist, nú er þetta bara einhvern veginn iconic númer, sko Já, þetta er líka svona nýja skóli að vil eitthvað svona ég veit ekki hvað það Neymar er típisk svona Neymar væri númer 23, veist hvað það er að tala eitthvað svona flashy Instagram leikmaður Er þetta ekki bara homage, skilur við? Homage Ég veit ekki, vil ekki bara setja Michael Jordan líka aftan á treyjuna og bara spila hann sko. Og síðan vil ég líka ég er svona traditionalisti varandi, mér finnst bara leikmenn ekkert að fara upp í 63 eða eitthvað í fótbolta sko. Þú vilt bara hafa þetta 1-11 Já, eiginlega sko Kári sonur minn er númer 47 Já, þetta er nýji skólin Af því hann sá fyrir sér eitthvað nickname hann sem hann var kallaðar AK47 þegar hann var 9 ára og það er ennþá að lifa við það er þetta fucking gleð en þetta er untake, ég veit það en mér finnst bara varnamenn eiga að vera númer 2, 3 og 4 5 jafnvel eða þú veist 5 er varnanúmer sko Já, síðan kemur 6 6 er djúpa miðinni sko eða, En ok, þetta var mitt take á þessum íþróttamálum og ég veit ekki hvort þið sammálaður ég er númerin eru ég er fylgjandi framúrstefnilegu númerum sko líka það sem ég fíla er eins og þegar leikmenn eru í ensku úrslitin eins og Trent þegar hann var í Liverpool sko hann var 66 þá fekk hann það í akademíinu þú veist þeir eru bara útluta númeri bara einhverju númeri og að svona halda í það mér finnst það cool en þetta er bara svo það er það er bara svo það er og ekki vera nummer 23 segir Danni bara vera einhverju öðru Já, ok, ég skal gefa þér það að þú megin vera nummer 68 skil í fótbolta það er bara nýja skólin ég er að mæta á þessu móti og dóttur minni og hún er nummer 60 eitthvað, ég man ekki hvað það var það er bara dreigið það er bara dreigið, en ekki vera 23 Ég er búin að eiga flipside vond ung moment hérna sko Ég var lengi í útlöndum og ég kláraði gagnamagnum mitt það hægt? Er það ekki alltaf bara ótakmarkað? Ekki í útlöndum Ekki í útlöndum Já, ok, ekki í Evrópu? Ekki í Evrópu okay. og ég kláraði það og það kemur svona eitthvað við ætlum að loka á gagnamagnið núna því þú ert komin í 50 eurur textaði opna og vilt að við opna það og það text eitthvað á tölvu er líka ógísla niðurlega Ég skemmt, er ekki allt er Rome like home? Nei er ekki bara í ESB eða? Nei, ég var í ESB og það er bara þú ert búið með innifæli gagnamagn, ég hef áðurlent í þessu og þeir fara rukkaði bara daglega fyrir gagnamagn sem var ég að stríma leiknum á síma sem ég var að horfa á út einhverjum skjávarpa þetta var bara þess virði skilur en ég spyr netið einhvern veginn hvað símfyrirtæki, að því síðan spyr ég símfyrirtæki mitt, get ég keypt einhvern frekari pakka svo ég sé ekki rukkaða daglega og þeir segja eitthvað, nei, en við getum sko tekið þig úr áskriftinu sem þú núna og sett í inneignarkerfið og þá kaupir inneign og svo setjum við aftur í áskriftina og ég segi, ég nenni ekki svona fucking monkey business, skilur þannig að bjóðið mér upp á þessu þjónustu eða ekki og ég auglýs eftir þessu og það er allir að kommenta á mig að að kaupa þér ísim og ég las það og ég veit ekki hvernig það virkar og mér líður eins og ég sé gamall eins og ég sé döður Bro, það er bara leiðbeining ég er ísim kóngurinn það? Þetta er hann ísim kóngurinn Ég nota það í Bandaríkjunum en ég meina, ég var með mitt bara út í Bratislava bara eins og ég var hérna heima sko þetta virkar alveg vel en þú ert takmarkaður í ykkur 30 giga okay. og ég skal segja bara en Danni í mínu lífi þegar kemur að markaðsmálum og tækni hann er Liam Neeson í Taken hann er með a particular set of skills Sko Dóri, þú ert svona ég veit ekki hvort ég hef talað um þetta en ég ætla bara að fucking gera það en sko Dóri er fyrsti gaurinn sem ég þekki sem var með allt Apple sko bara á pappin, allt Apple og ég var bara fyrst getið bara sjá þetta bara ok og ég man eins og þú ætlar að vera eitthvað hacksýtn og var kannski eitthvað hart í ári og varst í LHÍ
þú kefti einhverja geðveikt ódýra, einhverja Acer tölvu Já. og hún var ónýtt Hún var ónýtt eftir mánuð. á mánuð og þú varst litið múin að negla líka á alla pop-up glugga. Hún var sko ekki einhver svona, stundum segja mér eitthvað svo ónýtt og það er það ekki hægt að laga. Hún var ónýtt. Af svona pop-up. En Dóri er fyrsti svona Mac-gaurinn síð ekki. Bara, það er bara hannig. Og það OG Mac það er bara hannig. Það er svoleiðis. En síðan náttúrulega, þú talaður að þeir eru verið rósa fyrir úrið. Herðu, það er, ég lendi tvisvar í þess á Spáni. Og hérna, og ég er líka að upplifa hérna, þú veist, þegar ég byrjaði að sýta hérna svona tölvur, svona Apple úr, þá var ég ennþá að nota mitt. En ég er einhvern veginn búin að, ég hata þetta úr núna. Það mælir ekki raskat, sko. Það mælir í alvöru ekki raskat. Og þess vegna er ég meira með sjokkara núna. Já. Og í tvígang í Barcelona gerist það að ég er, þú veist, eitthvað svona... Þetta er stórglæslegt. Er svona eitthvað að sýsla á okkur búðaborði og kemur eitthvað geðveikt úr. Já, þetta er líka svona, þú veist, líka að þú myndir lenda í einhverjum Liam Neeson momenti í einhverjum... Ég veit það, þetta var svona manly úr, sko. Ég fór í úrabúði í Bratislava og bara öll flottustu merkin, en svo var hot sem var Casio. Þau eru það, þú veist, þau eru fun heit, sko, þú veist, þetta er úraheimurinn er mjög svona partikular, sko, og menn eru með sterkar skoðanir, en Casio er mjög samþykkt. Og G-Shockin og svona inn í, sko, hjá alveg bara the finest, sko. Ég mæli bara með núna hérna er hann Steppi að koma frá Ibiza, hann fór í eitthvað Ibiza ferð þarna Jacob the Jeweler ferð. Síðast ég hitt hann og fekk nokkur úr sig, ég er búin að gefa öll hérna í þættinum, sko. Mæli með að fara til hann sérstaklega upp á Nýbílaveg. Og ég verð að segja, hann er með competitive prices, sko. Því að ég var að skoða þetta í evrum úti og bara, þessi maður hefur ákveðið að berjast eitt síns liðs við verðbólguna hérna á þessu landi. Ég ætla að fara að hitta hann næstu viku og ég kem með eitthvað fersk úr hérna næsta. Og Erpur fekk náttúrulega hérna Lifetime Achievement Award. 2 úr, ég var það. Þannig að það er bara þannig og fyrir framlag sitt til íslensku raps. Við förum að wrap it up og ég ætla bara að minna ykkur á að hérna, ég veit að Túgæsborgarinn sem vann besti borgarinn á Götubyttunum, hann verður einhvern tímann í boði bráðum í takmörku upplægi og hann er geggjaður. Já, hann er geggjaður. Og það er alltaf angarinn þar fyrir fólk sem fara. Og betri flestir, afsluturinn, 20%, segir betri flestir. Já. Það er líka að skrifa og í appinu. Þannig að bara... BF. Er eitthvað sem ég vilja koma framfæra hans svona í lokin? Nei. Bara... Þú veist bara, sömar og gleði, sko. Þú ekki að fara okkur að hestasýningu? Það er núna, það er að byrja hestasýning. Það er alltaf að gerast. Það er alltaf miðvikudag með þeirra? Nei, bara þennan miðvikudag. Ertu byrjað að sýsla í rossum? Sko, eldri dóttir mín var með mikið áhuga á hestum og reynda besta business hugmynd sem við veitum var hún fekk hérna verið með hest í fóstri. Þá mætur einu sinni í viku og ert að hugsa hestin en borga fyrir það, sko. Já. Getur ekki tekið mig svona? Já, segð það nú. DJ fóstri. Og þannig að yngri er að fá svona sama treatment og eldri að læra að fara okkur hestanáms. Takk fyrir 20. anniversary þátturinn. Gamla bandið mætti aftur. Ég veit að það er búið að bíða eftir þessu. Ég er búin að fá mikið. Hvenær komið strákarnir? Þannig að tilkomir. Þannig að bara... Eru þið að gera eitthvað á Veislumarkina? Nei. Væstu kannski verið með eitthvað augmented drop?